Já, velkomin að Rauða borðinu og í samstöðuna. Við erum að tjasla saman stúdíónu og við getum alltaf svona 1-2 meira í dag en í gær. Þetta tekur tíma að ræðis upp. Og ég ætla bara að byrja á því að þakka þeim sem að lögðu okkur lið. Það var ótrúlegt að fylgjast með því að þegar það var brotist inn og tækjan okkar stólið og við sendum hjálparbeðni út í samfélagið. Það voru margir sem voru tilbúnir að leggja okkur lið og það er eiginlega fyrir það fólk sem að við erum komin hingað aftur í loftið með raunverulega bara betri græjur heldur en það var stólið af okkur. Herðu, en það verður nýr þáttur í kvöld sem er eiginlega svona spin-off eins og sagt er af Rauðaborðinu. Við köllum það sannar sögur við Rauðaborðið. Þar mæta fyrst skemmtilegt kombó. Það er Rósa Magnúsdóttir sem hefur komið hingað til okkar áður. Hún er sérfræðingur í kaldastríðinu og Rússlands sérfræðingur. Hún kom hérna og sagði okkur frá ástum á tímum kaldastríðsins. En hún skrifaði grein í sögu tímaritið poppara sem fór í gegnum járntjaldið. Það er annars vegar hljómsveit Björgvins Halldórssonar sem fór til Sovétríkjanna og hljómsveitin Strax sem er Stuðmenn og Ragga Gísla. Þetta er vist samsett úr þeim nöfnum, Stuðmenn og Ragga Gísla, þá eigið að fá út Strax sem fór til Kína. Og Rósa mun segja okkur frá þessu, en það sem meira er að hún fær að hafa söguefnin með sér því að Björgvin Halldórsson og Jakob Frímann Magnússon koma hérna líka og hjálpa henni við að segja þessa sögu af þessum ævintýralegum ferðum poppljónsetta til Sovétríkjanna og Kína. Mæli með því í viðtali. Ása Ester Sigurðardóttir, hún hefur rannsakað sögu pillunar á Íslandi og hún kemur í lok þessa þáttar sannar sögur við Rauðaborðið og segir okkur frá tilkomu pillunar á Íslandi sem kom svona upp úr 1960 til Íslands. Hún hafi verið byrjað að selja henni í Bandaríkjunum 1957 en hún hafði mikil áhrif. Sumir myndu nefna hana að hún hefði valdið allskyns byltingum, breytti gersamlega lífi og framtíð kvenna. Sumir segja hann hafi valdið tímabili frjálsra ásta. Við sjáum til hvað Ása segir um þetta. Hérna við Rauðaborðið ætlum við hins vegar að byrjum á því að fjalla Julian Assange sem að situr í fangelsi og búin að sitja árum saman í fangelsi í Bretlandi og berjast gegn því að verða framseldur til Bandaríkjanna. Hann er geymdur þar eins og fjöldamorðingi í öryggisfangelsi og nú eru eiginlega flestar bjargir bannaðar og líklegt að hann verið framseldur til Bandaríkjanna þar sem að bíður hans líklega yfir 100 ára fangelsisdómur. Hann verður dæmdur þar fyrir njósnir og annað slíkt ef af verður. Ég ætla að byrja á því að heyra í Kristni Hrafnssyni sem er ritstjóri Wikileaks og tala við hann svona hver staðan á þessu máli er, hvar Assange fengið stuðning og því að við vitum það að Kristinn hefur ferðast flest lönd, Suður Ameríku og víðar til þess að afla Julian stuðnings. Hann hefur fengið stuðning náttúrulega frá sínu heimalandi í Ástralíu. Ég ætla að spyrja hann svona hverjir er það sem að styðja hann og hverjir ekki, hvort þetta skiptist í svona hálfgert fylkingar svipað og eru núna í hinu vaxandi kalda stríði. Klausturmálið komst í fréttir, það var eiginlega Sigmundur Davíð sem að setja það í fréttir því hann sagðist vita hver hefði skipulagt það. Flestir eftirleikum með að skilja það hvað það merkir, hver hefði skipulagt klausturmálið því þannig að sátu bara einhverjir kallar og ein kona á fyllirí og töluðu frá sér allt vitt. Hver getur skipulagt það, en til þess að svona í tilefni af því að Sigmundur Davíð vill endilega tala klausturmálið þá ætla ég að fá Báru Halldórsdóttur hérna þegar við erum búin að tala hérna Julian Assange. En áður en hún kemur reyndar sem að ég ætlaði nú ekki að gleyma að þá koma hingað til þess að ræða mál Julian Assange koma hingað Ögmundur Jónasson, fyrrverandi þingmaður og formaður BSRB og stjórnmálamaður með meiru. Aðalsteinn Kjartansson, blaðamaður sem er varaformaður blaðamannafélagsins og Þorsteinn Sigurlaugsson sem er formaður málfrelsis samtaka til þess að berjast fyrir tjáningarfrelsi og málfrelsi. En þetta verður sérst Rauðaborðið í kvöld en við ætlum að byrja á fréttum dagsins. Það er kannski helsta fréttin eða nýjasta fréttin að það var verið að birta Donald Trump ákæru í
Flórida, hann þar ákærðu fyrir alls konar brot, meðal annars brot á njósnalögum sem eru eiginlega held ég sömu lögin og Julian Assange sakaður að hafa brotið. Trump lýsti yfir sakleysi sínu og það mál hefur nú komið fram og það verið gerðar svona mælingar og það virðist vera að það sjáist ekkert á fylgi Trump. Það honum tekst ennþá að stilla þessu máli upp að þetta séu ofsóknir gegn sér, pólitískur ofsóknir og tekst að samfæra marga. Ég heyrði til dæmis Davíð Oddsson segja það í kvöldfréttunum í tilefni af því að Silvio Berlusconi lést í gær, að þá var Davíð Oddsson að minnast vina síns, Berlusconi, og sagði að hann hefði orðið fyrir svona ofsóknum og vinstrimanna. Það væri siður hjá vinstrimönnum að reyna að koma pólitískum andstæðingu sínum í fangelsi og vísaði til þess meðal annars líklega að mál Trump. Davíð sagði reyndar í þessu viðtali að Berlusconi hefði verið sýknaður af öllum málum í Hæstarétti. Það ekki alveg rétt því að hann fekk samþykkt á þinginu lögum sem að ýtti eiginlega flestum af þessum ákærum út af borðinu. Þannig hann eiginlega keypti sér friðhelgi inn í þinginu. Hérna innanlands hélt Sigurður Ingi Jóhannsson blaðamannafund, tilkynnti þar samgönguáætlun, tilkynnti hann ætlaði borað þar og útrýma innbreiðum brúm á hringveginum og víðarendar, ætlaði að bora mörg jarðgöng, leggja mikið af vegum og þarfandi göttunum. Og það var svolítið, þetta náttúrulega næru mörg ár, fyrirsögnum var 900 milljarðar sem að Sigurður Ingi ætlar að leggja í framkvæmdir á 15 árum, það er svolítið langur tími. Þannig að sambarleg eðsla á einni öld til dæmis 6.000 milljarðar, spurning hvort að hann hefði ekki átt að nefna það sérstaklega. Það sem var athyglisverðast í áætlun hans að þetta stórfelld einkavæðing vegakerfisins. Það gert ráð fyrir því að öll þessi göng og eiginlega flestir af þessum stórframkvæmdum í tengslu við þessa vegi þeir verði fjármagnaðir með gjaldtöku. Ýmist gert ráð fyrir þetta verði rekið af opinberum einkafélögum en að mjög litlu leyti, að langstærstu leyti verður þetta rekið af einkafyrirtækjum sem að fá heimild til þess að innheimta skatta og gjöld af þeim sem eiga leið göngin eða brúna eða veginn. Og það eiginlega grunnhugsunin í því hvernig þetta fjármagnað og þetta eiginlega alveg ævintýralegt. Að hversu lítið fjallað þetta því þetta eiginlega stórfelldasta einkavæðinga aðgerð þessara ríkisstjórnar, miklu stærra heldur en það sem hún hefur verið að gera í heilbrigðismálum og öðru. Þetta bara talan sem ég nefndi áðan á 15 árum 900 milljarðar. Þeir getur rétt ímyndað ykkur hvað fjármagnseigendur eru að plana í dag. Það að koma sér upp góðri brú og svo bara mjatla peninga reglulega af þeim sem eiga þar leiðum. Þannig að ríkisstjórnina þá verður ríkisráðsfundur 19. júní og miðað við svona viðbrögð Jóns Gunnarssonar þá held ég að sé ljóst að hann á leiðin út úr ríkisstjórninni. Það eins og allavega grunnar hann það því að það var viðtalið við hann í kvöldfréttum útvars og það var þungt í honum hljóðið, hann var að tala að hann hefði náð miklu fram en hefði getað náð miklu fram en það var gefist upp fyrir ýmsri andstöðu nefndan eins og hann vildi breyta lögreglulögunum og hann vildi gera ýmislegt annað og það var svona tónn í honum að menn var að gefast upp fyrir nauðsynlegum aðgerðum að hans mati til dæmis í útlendingamálum. Þannig hann hljómaði bara strax eins og hálfgerður stjórnarandstæðingur. Þannig að með tónin í honum og ef hann hefði heyrt í Bjarna þá myndi ég veðja á að Jón var á leiðinni út. Þannig að alls svona pælingar í þessu að kannski Bjarni hljóti ætla að hætta einhvern tíman fyrir næstu kosningar og gefa Þórdísi Kolbrúnu færi á að vera formaður einhvern tíma áður en að verður kosið næsta formann. Það svona pæling í því en svona miðað við þetta þá myndi ég halda þetta verið bara til dæmis einfaldar breytingar eins og hafði verið boðað að Guðrún Hafsteinsdóttir kom inn og Jón fari út. Þetta verður ríkisráðsfundur 19. júní og það náttúrulega kvenfrelsis dagur mikill. Þá 1915 þá var samþykkt að konur fengi að kjósa, konur og fátækir kallar yfir fertugt fengi að kjósa líka og menn reyna að tengja þetta saman að þarna fyrir náttúrulega eitt kall út og ein kona inn og þá orðið 50-50 í ríkisstjórninni, kallar og konur, jaft. Það spurning hvort það sé eitthvað svona tákgræna í þessu.
Það hafa verið fréttir stórfelldar netárásir á Íslandi. Ísland ekki í stríði við einn og einn, þannig nú fáum við svona fréttir af því að það sé verið að ráðast á vefi Alþingis og stjórnarráðsins. Þegar ég heyri þessar fréttir þá fer ég alltaf inn á þessu vefi og ég kemst alltaf inn, þannig að þetta einhver árásir sem eru svona bakvið. Kannski eru kerfisstjórnarnir alveg pungsveittir eins og sagt við að reyna að bjarga þjóðinni frá einhverjum netárásum. En það hefur komið fram að það fyrirbrigði sem heitir Certis, sem ég veit ekki hvort að þið vitið hvað en þetta netöryggissveit Íslands sem eru svona landvarnir á netinu, landhelgisgæslan á netinu eða eitthvað slíkt. Þetta stofnun sem heyrir undir fjarskiptastofnun sem áður hét Póst og Fjar, en ég bara ákvað að sýna ykkur lógóið og getum þetta nafn, en þess að ég grunum að þetta verði í fréttum og það verði svona vaxandi netárásir því að Íslendingar hafa ekki öðrum stríðum að velja. Talandi öryggismála, þá voru utanríkisráðherrar Norðurlandana á fundi á Ísafirði, Þórdís Kolbrún bauð þangað. Þar kom fram að ekkert Norðurlandana ætlar að gera það sama og Þórdís Kolbrún gerði og Íslendingar gerðu að loka sendiráðinu í Moskvu. Þeir tóku það fram hver utanríkisráðherra fætur öðru að það yrði ekki gert. Þeir hefðu vissulega dregið úr starfsemi og sendt Rússum þar með eins og alltaf kallað skýrskilaboð, en það engar ráðagerðir það að loka sendiráðinu. Þannig enn sem komið er það þannig að Ísland eina landi sem hefur gripið til þessar aðgerða. Og það verið varfið vaxandi svona ágreiningur það, eða ég myndi ekki segja ágreiningur, það svona vaxandi kurr í utanríkisþjónustunni og víða samfélaginu hversu gáfuleg þessi aðgerð hafi verið, hversu gáfulegt það að Íslendingar séu að fara svona sína eigin leið í utanríkismálum, hvort það sé ekki næra við séum svona trítla á eftir Norðurlöndunum til dæmis, vera í einhverju svona skjóli stærri landa. Það spurning hvort að það verði mikil umræða þetta, en þetta eitt af þessum málum sem að við erum stundum að nefna hérna á samstöðunni, sem eru gríðarlega stór en eru eiginlega ekki til umræðu. Það náttúrulega gríðarlega stór ákvörðun og væri í öllum löndum ef að ríki myndi loka sendiráði í Moskvu, þá verði eiginlega bara allt debatt í samfélaginu nokkra daga eftir þetta, það verði skoðanir með og á móti og það væri deilt þetta á opinberum vettvangi, en svo ekki á Íslandi. Við nefndum það í gær að Hafrannsóknastofnun kom með veiðiráðgjöf að það vera óbreyttur þorskafli gríðarlegir hagsmunir, getur skipt tugum og hundruðum milljarða hvernig þessi ráðgjöf en það ekkert rætt þetta á Íslandi. En það sem ég veit ekki hvort að svo frétt fór víða, en það kom frétt frá forsætisráðuneytinu að forsætisráðuneytið hefði keypt siðferðislega ráðgjöf sem að kannski finnst eitthvað vera tímabært að sé gert, en mér finnst þetta nú svona svolítið sætt að forsætisráðherra var að kaupa sér siðfræðilega ráðgjöf. Ég veit ekki alveg, hún kaupir það fyrir 7 milljónir, ég veit ekki hvaða siðferðið maður fær fyrir 7 milljónir, en þetta var sérst frétt sem að forsætisráðuneytið sendi frá sér. Og ég hafði þetta svona með vegna þess að það núna framundan stór ráðstefna í Hörpu, velsældarþing í Hörpu, alþjóðleg velsældar og sjálfbærni ráðstefna sem að Katrín Jakobsdóttir stendur fyrir. Þar munu íslenskir ráðherrar messa yfir gestum, þar mun líka koma fram margt svona fræða fólk hér og þar. Ég var nú svona að renna yfir þetta, ég þekkti nú suma nöfnin að þeim, svona eldri prófessorar sem að ég þekkti, sem að koma hingað, kannski ekki stórkannanur og ekki heldur stórkannanur á svona pólitíska sviðinu. Það einn ráðherra frá Luxemburg og einn ráðherra úr skosku ríkisstjórninni, þannig að þetta ekki til líkingu við leiðtogafundinn í Hörpu, en já, hvað hafi þetta með í lokinu vegna þess að ég veit að það kom fyrir enda fram við Rauðaborði í gær þegar ég ræddi við verkalýðsforingjana, Sonju Þorbergsdóttur, Ragnar Þór Jónsson og Magnús Þór Jónsson stöðuna í samfélaginu. Þau voru öll samfærð að það veri svona vaxandi kurr í samfélaginu vegna lífskjarakrísunar og síðan hvernig stjórnvöld tala að hér sé allt í góðu lagi, hér sé mesta velsæld í heimi, hér sé hæstu laun í heimi, hér sé mesti jöfnuður í heimi, mesta jafnrétt í heimi og eitthvað fleira, og þau töluðu þetta tal valdastéttarinnar og elítunnar sem beina bara sjálfstætt vandamál. Þetta væri að pirraði fólk mjög mikið. Þau voru ekkert svona kvart yfir þessu, en þau töldu að með þessu væri ríkisstjórnin og Seðlabankinn og stjórnvöld yfir höfuð raunverulega leggja inn í baráttu haustsins því að þetta svona ærði almenning, allt þetta tal hvað við hefðum að frábæla gott hérna, ærði almenning til átaka í
haust sem að væri sannarlega þörf á. En hér eftir augnablik að þá ætla ég að slá á þráðinn til Kristins Hrafnssonar í London eftir augnablik. Já, við ætlum að ræða í kvöld mál Julian Assange sem hefur setið í fangelsi í Bretlandi í mánuðum árum saman og þar áður í sendiráðum hefur búin að vera á flótta eiginlega í 10 ár frá bandarísku stjórnvöldum sem vilja fá hann framselta til Bandaríkjanna svo hægt sé að dæma hann þar í langt fangelsi. Við koma hérna á eftir og ræða þetta mál og hvaða merkingu það hefur. Ögmundur Jónasson, fyrrverandi þingmaður og ráðherra og mikill baráttumaður, Þorsteinn Siglaugsson sem ritstjóri á Krossgötum, tímarit á vefnum málfrelsi og tjáningafrelsi og Aðalsteinn Kjartansson sem blaðamaður og varaformaður í Blaðamannafélaginu. En ég ætla að byrja fyrst á því að fá svona stöðuna í málinu með því að heyra í Kristni Hrafnssyni og byrja á að spyrja hann, Kristinn, hver svona staðan á máli Assange, hver næstu skref og hver verður niðurstaðan ef bandarísk stjórnvöld fá sínu fram? Staðan í máli Julian Assange þessi að á dögunum að þá fékk hann svar eftir að hafa beðið eftir því svari í næstu því 9 mánuði frá áfrýjunarrétti í Lundúnum, frá High Court, að hann hefði ekki heimild til þess að áfrýja sínu máli til réttarins. Það var ákveðið að biðja áfrýjun á grundvelli 13 liða, mjög veigamikilla allra, en áfrýjunarrétturinn, það er að segja þessi eini dómari, leit svo á, miðað við mjög snöggsoðið og einkennilega orðað yfirlit í sínum úrskurði, að hann ætti enga rétt á því að áfrýja þessum liðum. Það var ekki grundvöldur fyrir því. Þetta er eiginlega fáheyrt að menn fá ekki tækifæri í svona veigamiklu máli til þess að flytja mál sitt til áfrýjunarréttar og biðja réttlæti þar sem fékkst ekki í undirrétti. Það gefur Julian einungis einn möguleika eftir núna í þessum réttakerfi í Bretlandi, það er að segja að fara fram á endurskoðun á þessu í raun með því að biðja að nýju áfrýjunarréttin að fá heimild til áfrýjunar og þá fer málið til 2 dómara. Hins vegar ákvað þessi eini dómari að takmarka hvað Julian geti lagt fram. Hann leggur það fyrir lögmenn Julians að þeir megi einungis setja fram skýrslu upp á 20 blaðsíður sem er náttúrulega ákaflega knappt miðað við umfang málsins og að þeir fá einungis hálftíma til þess að flytja mál sitt í munnlegum málflutningi í réttarsal fyrir framan þessa 2 dómara. Það er að segja hann leggur þannig línunar það hvernig Julian getur sótt svona annað álit hjá áfrýjunarréttinum sem að einnig er ótrúlega einkennilegt að takmarka þennan möguleika. Það gefur okkur ekki mikla von það að þessi 2 dómarar sem að heyra þá þessa beiðni að nýju muni snúast gegn þessu upphaflega áliti Justice Swift sem er fyrrverandi lögmaður ríkisins, sá dómari sem að úrskurðaði í málefnum hælisleitenda sem átti að nauðungaflytja til Rúanda, mál sem að núna er stopp vegna þess að Mannréttindadómstóll Evrópu blandaði sér inn í það mál og fór fram á það að þessu er ekki framfylgt fyrir en að Mannréttindadómstóll Evrópu í Strasbourg myndi fjalla málið og þetta hefur valdið mikilli reiði meðal íhaldsmanna og íhaldsstjórnarinnar í Bretlandi þessi inngrip og talað inngrip í fullveldi landsins. Nú, ef að framfer sem horfir, þá gæti þetta mál þess vegna verið úr sögunni í bresku réttarkerfi innan nokkra vikna, þar að segja næsta mánuði fyrir réttarhlé, þar að segja þá verður búið að ákveða það að hafna alfarið beiðni Julians áfrýjun, hann fær ekki áfrýjunarleyfi og þar með eru öll sund lokuð. Í því tilfelli þá er eina vonaglætan til að stöðva þetta framsal til Bandaríkjanna að fara fram á skyndiinngrip frá Mannréttindadómstóli Evrópu
þeir geta það ef þeir sjá að líf og heilsa í húfi til að mynda, sem sannarlega og óumdeilt með við þann vitnisburð sem hefur verið lagður fram í bresku réttarsvörunum og hefur ekki verið hafnað, þar að segja að líf hans hreinlega hætta búin ef hann framseldur og jafnvel ef að ákvörðun tekin framsal. Í því tilfelli getur Mannréttindadómstóll Evrópu gert það eins og í Rúandamálinu á grundvelli reglu nr. 39 farið fram á það við bresk stjórnvöld að þau fresti réttar áhrifum framsalsins þangað til að rétturinn hefur fjallað málið. Hins vegar ekkert gefið í þessu máli og það hefur gerst áður í sögunni að bresk stjórnvöld hunsa algjörlega beiðnir frá Strasbourg. Núna andúðin gegn Mannréttindadómstól Evrópu því líkur að menn vilja rifta samningnum eða þátttöku sinni í þessum samningi dómstólinn, fara út úr honum. Það alltaf gert á grundvelli uppstrílara fullyrðingum að þarna sé vegið að fullveldi og rök sem að Íslendingar ættu að vera á góðu kunn nokkuð, því að þetta eru rök sem heyrðust töluvert þegar að rasskellingarnar hafa komið frá Strasbourg gagnvart íslensku stjórnvöldum. Þannig að þetta staðan, hún býsna nöturleg og örlög Julian Assange getur verið að ráðast núna á næstu vikum og ef ekki verður mikil breyting, myndi ég ætla að þá gæti hann verið komin upp í fangaflugvél á leið til Bandaríkjanna núna eftir nokkra vikur og þar bíður hans ekkert nema nánast í fullvissa einangrunina vist í fangelsi þangað til það réttaður í hans máli eftir 2 til 3 ár og í réttarsal þar sem að ekki einasti möguleiki að fá réttlæti þegar að menn eru þar ákærðir á grundvelli njósnalöggjafarinnar. Þar ekki gefin nokkur svigrúm til þess að halda á lofti rökum blaðamennskunar, þar að almannahagsmuni eða neitt líkt. Við erum að tala réttarsal sem að fjallar iðulega ákæru á grundvelli njósnalöggjafarinnar seinni tíð og þar sakfellingar hlutfallið 100%. Þannig að útlitið mjög dökkt og ég óttast mjög líf Julian Assange. Já, þá kannski rétt að spyrja því, mál Julian Assange, þetta einangra mál, sérstakt mál, eða hægt að tengja það aðför að blaðamennsku í heiminum eða minnkandi tjáningafrelsi í okkar heimshluta? Það mjög mikilvægt að menn átti sig á því að þetta snýst ekki bara persónuna Julian Assange, þetta mál hans. Þetta snýst grundvallar rétt til upplýsinga og grundvallar rétt blaðamanna og geta starfað óáreittir. Þarna í fyrsta skipti verið að ofsækja blaðamann fyrir það eitt að birta sannar upplýsingar sem vissulega voru til auðmýkingar fyrir hernaðarstórveldið, en engu síður sannar upplýsingar sem voru í almannaþágu að voru birtar. Það engum blöðum að það fletta og já, þú getur flett stórblöðunum því að þau tóku þátt í því að birta þessi gögn með Wikileaks á sínum tíma. Það að segja upplýsingar frá Afganistan, frá Írak, þyrlárásmyndbandið, upplýsingar frá Guantanamo Bay og svo framvegis. Þær upplýsingar sem liggja til grundvallar ákærunum gegn honum. Þetta í fyrsta sinn sem útgefandi og blaðamaður ákærður á grundvelli njósnalöggjafarinnar. Það búið að nota þessa, eða misnota myndi ég að segja, þessa löggjöf til þess að fara á eftir uppljóstrurum. En þetta í fyrsta sinn sem að þarna spjótunum beint að blaðamanni sem að búin að vera meðlimur í ástralsku blaðamannasamtökunum síðan 2006. Hann nýlega orðinn meðlimur í breska blaðamannasambandinu og hefur hlotið fjölda blaðamannaveluna á sínum ferli, ekki síst fyrir þær uppljóstranir sem eru grundvöllur þessar ákæru gegn honum. Þannig að þetta aðför að blaðamennskunum og það sjá allir, það sjá öll mannréttindasamtök eins og Amnesty International, Reporters Without Borders, blaðamenn á landamæra, meira að segja American Civil Liberties Union. Það eru tugir samtaka sem láta sig varða málfrelsið, tjáningafrelsið,
frjálsa fjölmiðlun sem hafa snúist á sveif með Julian og gert kröfu það að þetta mál sé fellt niður. Þetta er ofboðslega alvarlegt mál. Alþjóða blaðamannasambandi gerir það líka. Evrópusambandi blaðamanna lítur svo á að Julian Assange sé pólitískur fangi og svo eini sem að situr í fangelsi í Bretlandi og eini blaðamaðurinn í Vestur-Evrópu sem að situr í fangelsi vegna starfa sinna. Þetta er alvarlegt mál og Sigríður Dögg veit að því að sjálfsögðu og ég þakklátur fyrir það að Blaðamannafélag Íslands hefur úrskurðað þetta mál og lagst á sveif með þeirri kröfu að ákæran sé felld niður gegn honum. Já, þetta er hluti af þessari tilhneigingu sem við höfum séð í seinni tíð sem er mjög alvarleg, sem er að hefta tjáningafrelsið. Þetta er aðför að lýðræðinu, þetta er aðför að því opna samfélagi sem við á hátíðarstundum teljum að sé virkilega mikilvægt að verja. Þetta er, ef þú vilt setja þetta bara í samhengi, hluti af þessum rísandi fasískum tendensum sem við erum að sjá allan heim og þar er Vestur-Evrópa og okkar, ef við kalla okkar heimsluti ekki undan skilin. Já, hvaðan fær Assange stuðning og kannski ekki síður hvaðan ekki? Þetta má skipta þessu eftir því hvort að ríki séu raunverulega einhvers konar leppríki Bandaríkjanna og með utanríkisstefnu sem er samfléttuð utanríkisstefnu Bandaríkjanna sem er ófærum að styðja Assange en síðan eru önnur ríki sem eru aðgrendari frá Bandaríkjunum sem að styðja frekar. Eru línurnar einhvern veginn slíkar í þessu? Julian hefur gríðarlegan stuðning meðal almennings út allan heim. Það er ekki nokkur einasti vafi á því. Og ég hef stundum minnt menn á það að þegar að Bandaríkjastjórn var öskrandi það að við í Wikileaks værum hreinlega hryðjuverkamenn, það er að segja 2011 í meðri birtingu diplomataskjalana sem að var verkefni með yfir 100 fjölmiðlum út allan heim. En þá gerði alþjóðlegt fyrirtæki rannsókn á því hvaða viðhorf menn hefðu til Wikileaks og þessa stefnu að birta leyniskjöl í almannaþágu. Það var ótrúlega mikil stuðningur og það var meirihlutastuðningur í öllum af þeim 24 löndum sem voru þar sem spurningavagnin fór. Það var bara eitt land þar sem var minnihlutastuðningur, það var Bandaríkin, en engu síður þar voru 40% svarenda töldu að Wikileaks var að gera rétt og hlutfallið fór allt upp í 90% í löndum eins og Indlandi og Suður Afríku. Við höfum líka séð það á þeim samtökum eins og ég nefndi hér áðan að þau eru öll að baki Julian Assange. Það er ekki til nein mannréttindasamtök, málfrelsissamtök sem ekki styðja þennan málstað okkar með beinum hætti. Þannig að það er engin vafi á því að það er gríðarlegur stuðningur meðal almennings og meðal þessara samtaka. Við finnum líka fyrir miklum pólitískum stuðningi utan Vestur-Evrópu. Forsætisráðherra Ástralíu hefur stigið fram og tók það ótrúlega skref hér út frá diplomatískum sjónarmiðum að nota hér heimsókn sína á hátíðarstund krýningarhelgina í Lundúnum til þess að lýsa yfir óánægju sinni með það að þá er ekki búið að svara beiðni hans það að þetta mál væri leyst í Bandaríkjunum og þetta var sneið til Breta, þetta var sneið til Biden forseta. Forseti Ástralíu hefur tekið málu upp beint við Biden Bandaríkjaforseta og stjórnarandstöðuleiðtoginn í Ástralíu, Dutton, íhaldsmaðurinn, tók undir þessa kröfu, þannig að það er stuðningur meðal þvert á pólitíska línur í Ástralíu. Nýjasta könnunin meðal Ástrala segir að 89% þeirra gera kröfu það að hann sé leystur úr haldi. Nýverið og núna í vetur fór ég alla Suður-Ameríku eða Rómönsku Ameríku og ég hitti þar forsetaríkjana, Obrador í Mexíkó, Petro í Kólumbíu, Lula í Brasilíu, Fernández í Argentínu og varaforsetan Kristínu Kirchner og Luis Arce í Bólivíu. Allir þessi forsetar
leggjast á sveig með þessa kröfu og gerðu það með beinum yfirlýsingum eftir fundina og hafa haldið því áfram. Obrador forseti Mexíkó hitti Biden 4 dögum eftir hann hitti mig og tók þetta mál upp við Biden forseta og lagði fram bréf þar sem hann lýsti þeirri skoðun sinni að aðförna Julian Assange væri aðför að blaðamönnum allan heim og þar á meðal í Mexíkó. Sama hefur Lula forseti gert, tala afdráttarlaust til stuðnings Julian og gegn þessari aðför að honum. Þessi ríki sem ég nefnt í Suður-Ameríku og með Áströlum hafa íbúafjölda sem er 0,5 milljarður manna. Þannig að stuðningurinn út allan heim er mikill og meira segja hér á götunni í Bretlandi þá heyrur það að almenningur er furðulostinn yfir þessari aðför að Julian Assange. Hvar er ekki stuðningur? Það er hjá stjórnmálamönnum sem er í ráðandi stöðu hér í Vestur-Evrópuríkjunum sem þegja þunnu hljóði á meðan að vera að murka lífið úr blaðamanninum Julian Assange. Það er skammalegt. Það er skammalegt að ég skulle fá alla hennan stuðningu mitt erindi hjá fjarlægum þjóðum sem að skilja málið miklu betur heldur en að menn gera hér í Vestur-Evrópu. Ég hef ekki heyrt neitt frá íslensku stjórnvöldum, það er að segja frá ríkisstjórn Íslands, myndi nú gjarnan vilja fá afdráttarlausa yfirlýsingu það að þetta væri skammaleg aðför að blaðamennsku heiminum sem að felst í máli Julian Assange. Við vitum alveg að þetta fellur mál Julian Assange eins og afkvæðlegt að það inn í náttúrulega geopólitískt samhengi og það í sjálfum sér einkennlegt að ég þurfa að vera að berjast fyrir frelsi Julian Assange og framtíð blaðamennskunar og þurfa að vera að lesa á milli línuna í heimsfréttum hverjir eru hvað að gerast á G7-fundinum í Tókíó. En málið einfaldlega svona að offorsið er slíkt að þetta orðið geopólitískt stórmál og það orðið stórmál þegar að Bandaríkjastjórn til að mynda ákveður að hunsa mjög skýra beiðni Ástralíu að leysa málið og leysa Julian á haldi þegar að Bandaríkjamenn eru að stóla á Ástrala eftir þessa stækkun Atlantshafsbandalagsins yfir í Kyrrahafið í gegnum AUKUS, bandalag Breta, Bandaríkjamanna og Ástrala í verðandi sóksinni gegn Kína, að menn skuli láta steita á þessu. En þetta gefur okkur innsýn í það hversu alvarlegt þetta mál er og hversu stórt það er. Og menn verða átt að segja á því. Þetta er ekki bara spurning einstaklingin, þó það ætti að duga. Þetta snýst miklu stærri prinsip og málefni og menn verða að fara vaknandi vitundur það að það er þarna í þessu máli sem menn get ekki þagað. Því að þarna í þessu máli sem við getum gefið út skýrar yfirlýsingu það að við förum hingað og ekki lengra. Þarna er línan sem við setjum í sandinn, hérna snúum við niður fasismann. Því að þetta er það sem málið snýst um. Já, velkomin að Rauðaborðinu aftur nú og komið að þetta var Kristinn Hrafnsson sem að hefur verið óþreytandi á ferð út allan heim að berjast fyrir Julian Assange og þar með málfrelsið og kannski okkar gildi myndi eitthvað segja, bæta við í þeim tíðaralda sem við erum í núna. En við ætlum að ræða þetta mál sem eins og Kristinn benti á eitt af stóru málum dagsins og hingað eru komnir 3 herramenn. Þorsteinn Sigurlaugsson, þú ert formaður málfrelsis sem hefur látið þetta mál til þín taka einhver leyti. Ögmundur Jónasson, fyrrverandi þingmaður og verkalýðsforingi sem hefur sannarlega látið mál Julian Assange til sín taka og Aðalsteinn Kjartansson sem blaðamaður og varaformaður blaðamannafélagsins sem hefur látið mál Assange til sín taka. Við erum að byrja á þér Ögmundur að því að Kristinn var að tala svona baráttuna víða heim. Þú hefur tekið þátt í svona tilraunum til þess að vekja upp stjórnvöld hér í okkar heimshluta mest. Hvernig hefur það gengið? Já, ekki betur en svo að menn óttast að hann verði framseldur til Bandaríkjanna. Það er svo kunni að fara. En ég held að þekki enginn þetta mál
betur en Kristinn Hrafnsson og hann lýsti viðbröðunum á heimsvísu mjög vel og fór ágætlega yfir það. Jú, ég hef tekið þátt í fundum bæði hér heima og erlendis í London, í Brussel, í Skandinavíu, Noregi, tvívegis, ég nýkominn frá Oslo, þar sem var mjög fróðlegur fundur og vekjandi fundur með Jeremy Corbyn frá Bretlandi, Andrei Hunko, þýskum þingmanni og síðan fanga númer 441 frá Guantanamo, Mansour Gaddafi, sem að lýsti þeirri skuld sem að hann sagði að fangarnir í Guantanamo ættu að gjalda Wikileaks fyrir að upplýsa þeirra stöðu og þarna var líka ítölskur lögfræðingur Stefani Maurizi sem að hefur fylgst með þessu máli og rannsakaða, reynt að framkalla skjöl. Það er nefnilega einn ángin á þessu máli að það hefur orðið til þess að rannsóknarblaðamenn og lögfræðingar eins og þessi kona, eins og þessi ítalski lögfræðingur hafa verið að kalla eftir skjölum sem hafa farið dult og hefur verið leynt, bara viðfangsefni Wikileaks. Ég held að svarið við þessari spurningu eins og ég skil þessi mál á þá leið að stuðningur við Julian Assange og Wikileaks, hann hefur margoft birst okkur í reynd og hann bæði á meðal almennings og nánast allra fjölmiðla heimsins. Þeir hafa byrt þessa fréttir og ef sekt að ræða þá allir samsetjir og þá kemur að hinni stóru spurningunni: hvernig bregðast þeir við núna þegar að við blasir að þessi blaðamaður kunna vera framseldu til Bandaríkjanna þar sem hans bíða ásakanir sem myndu geta leitt til 175 ára í fangelsi, sem nánast bara dauðadómur. Hann verði látinn rotna í fangelsi. Hver eru viðbrögð fjölmiðla heimsins? Og þar verður það að segjast að þau eru ekki mjög sterk. Og þau eru heldur ekki sterk hjá vestrænum ríkjum, NATO-ríkjónum. Þau gagnrýna þetta ekki eða þá með slíku hvísli að ekki heyrist. Og menn að kalla eftir stuðningi frá Íslandi. Það var óskandi að hann kæmi. En hann nú ekki meir en svo að 2019 þegar að FBI kom hingað í annað sinn til þess að leita eftir samstarfi íslensk stjórnvöld í yfirheyslum við tiltekna aðila sem að þessu máli átt að tengjast, þeir voru sagði tengja því, það nú allt meir og minna lygi og uppspunni. Þá fekk FBI stuðning og aðstoð í stjórnarráð Íslands. Þetta nú bara veruleikin og hann er að finna, við sjáum hann í London við kringum okkur líka og þetta viðfangsefni okkar þá og hinnar frjálsu pressu að breyta og rísa upp til stuðnings frjálsi blaðmennsku. Þetta vandinn sá að fjölmiðlar beita sig ekki nógu hart eða skiptir kannski ekki máli hvað fjölmiðlar gera vegna þess að þetta eiginlega ákvörðun stjórnvalda að framfylgja utanríkisstefnu Bandaríkjanna. Fjölmiðlar hafa ekki þessi formlegu völd sem að ríkisstjórnir og stjórnmálumenn hafa og við erum að tala þetta eins og Kristinn benti á áðan að þá hafa blaðamannasamtökin á Íslandi, blaðamannasamtökin í Ástralíu þar sem að Julian félagi, Evrópusamtök blaðamanna, alþjóðasamtök blaðamanna hafa lagt sér fram að gera það sem að blaðamenn geta gert. Í þessu samtökum en í fjölmiðlunum sjálfum? Já, það sem að blaðamenn geta gert. Blaðamenn eiga náttúrulega í fæstum tilvikum fjölmiðlana eða stýra þeim með nokkrum hætti, en það sem við vitum þetta mál
hefur birst okkur í fjölmiðlum og skrifum blaðamanna. Kristinn, hann blaðamaður, hann ritstjóri Wikileaks og kemur fram og segir frá þessu í fjölmiðlum. En það takmarkað hvað blaðamenn og fjölmiðlar sem slíkir geta gert ef að það ekki vilji til þess að bregðast við. Við vitum hvað blasir við Julian, það þessi langi fangelsisdómur. Það dauðadómur. Við vitum hvað... Það þú bara hægur dauðadómur. Já, við vitum, þetta náttúrulega eilíðafangelsi, lífstíðafangelsi. Við vitum hvað hann gefið að sök, svona hér bil, eftir því sem við getum verið örugum að verða að segja okkur satt frá. Og allar upplýsingarnar sem náttúrulega hlutverk blaðamanna að koma fram með upplýsingar og það sem að Julian gerði að koma fram með upplýsingar, birta upplýsingar, það hefur allt komið fram. Við vitum allt sem við þurfum að vita til þess að bregðast við og það sem að þetta stoppar hjá þeim sem að geta brugðist við, geta gert eitthvað raunverulegt í málinu. Af hverju látum við það duga að fjallum þetta í fjölmiðlum, til dæmis í Íslandi, þar sem að regluleg og mikil umfjöllun þetta. Af hverju eru íslensk stjórnvöld ekki að gera neitt? Það erfitt að útskýra það út frá því að ekki hafi verið rætt þetta eða blaðamenn eða fjölmiðlar hafi ekki beitt sér. Það algjörlega bara dugleysi íslenskra ráðamanna og ég á erfitt með að útskýra það. Þú varst að óska eftir það munur á því hvað blaðamaður og fjölmiðill. Já, ég ekki alveg sammála þessu. Nei. Sko, ég held að fjölmiðlarnir hefðu og ættu að gera miklu meira. Og þá þurfum við að horfa til þess hvað máli snýst, hvaða fréttir, hvaða umfjöllun að ræða. Það ekki bara menn hafa staðnæmst við stríðsglæpina í Afganistan og Írak. Það svo miklu meira. Það eru alþjóða samningar eins og TISA-samningarnir. Það eru mengunarglæpir í Afríku, Sierra Leone og víðar. Það eru sviksemi efnastofnanirinn í Haag sem var Wikileaks upplýst í 2019 og ég bar svolítið vel saman hvernig farið var með þær upplýsingar hér heima og í Evrópu almennt. Stundin var undantekning á þeim tíma. Ríkisútvarpið var það ekki. Ég að horfa á þessar fréttir, þessar umdeldu fréttir sem Wikileaks hefur að koma fram við alveg fram á þennan dag. Líbíupappirarnir og svo framvegis og getið talið áfram tilefni þess að fjölmiðlar hefðu átt að vera miklu ákveðnari og greina frá því hvaðan heimildirnar voru komnar, hverjir voru þarna að verki. Það að segja, mér finnst fjölmiðla heimurinn vera óskaplega daufur þegar að ræða tilraun til að bara slökkva á manni, til að slökkva á blaðamanni sem hefur upplýst okkur öll þessi mál. Við vorum að ræða TISA í þinginu 2014. Veitu, hvaðan fengu þessar upplýsingar? Þetta eru samningar sem að fóru í ganga eftir að alþjóða viðskiptastofnunar samningarnir strönduðu á sínum tíma, þessi margfrægi Doha rúndur og svo fara þeir á bak við tjöldin, ríku þjóðirnar í Evrópu og Ástralía og þessi ríki sem að hafa gjarnan súrað sig saman og þetta gert á bak við almenning. Það Wikileaks sem upplýsir þetta. Já, ég þekki það náttúrulega, samherja skjölin koma í gegnum Wikileaks og við vinnum úr því hérna heima og það ekki deilt. En blaðamenn geta ekki komið í veg fyrir að hann verði framseldur til Bandaríkjanna. Það geta stjórnmálamenn gert, það geta stjórnvöld gert. Veistu hvað ég held að sé að koma í veg fyrir að hann verði framseldur og það ekki búið að gera það. Þeir eru hræddir við almenningsálitið. Það er það sem að þeir óttast og þarna koma blaðamenn inn. Þarna eiga bara allir að koma inn. En þú ert að kvarta yfir því að blaðamenn og fjölmiðlar fjall ekki nógu mikið þetta. Já. Yes. Þú segir að fjölmiðlar hafi sagt alla söguna. Ég ekki að segja að það sé ekki hægt að fjalla meira þetta.
og ég get alveg tekið þátt í að gagnrýna þá skort á umfjöllun, en eins og þú ert að benda á Ögmundur, að þá þetta upp á yfirborðinu af því að fjölmiðlar hafa fjallað bæði fréttirnar sem að Wikileaks hafa komið með í krafti þess að vera þessi leka miðill sem að á í samstarfi við þessa hefðbundnu gamaldags fjölmiðlafyrirtæki, en það sem ég að benda á að þar getum við dregið línu sko völd og krafta blaðamanna eða fjölmiðla, síðan verður eitthvað að taka við, og já, ég held að það sé rétt að ástæðan fyrir það ekki búið að framselja Assange sé almenningsálitið og þessi kröftuga umræða sem til staðar, hún má vera ennþá meiri, en það ekki loka hnykkurinn í að koma í veg fyrir framsal Assange til Bandaríkjanna. Það eru stjórnvöld, formlegir valdhafar sem geta tekið ákvörðun að stöðva þetta. Stjórnvöld sem að fara gegn vilja almennings. Akkurat. Herðu, Þorsteinn, þú ert ekki blaðamaður, eins og þeir fyrr. Hvernig horfir þetta við þér? Sko, þetta horfir náttúrulega þannig við mér að þarna, sko, ef að Assange verður framseldur til Bandaríkjanna og dæmdur fyrir það að birta skjöl sem á honum berast stríðsklæpi í fjarlægum löndum, þá því þýðir það náttúrulega í mínum huga það að allir rannsóknarblaðamenn sem að láta sér detta í huga birta slíkt efni hljóta verið í hættu. Og sko, ég veit ekki, sko, við höfum fylgst mjög mikið með þessu. Málfrelsisfélagi við rekum vefum krossgötur þar sem að við birtum greinar og fréttir sem að snúaði málfrelsinu. Og við höfum verið mjög vakandi gagnvart þessu máli með Assange. Við heldum ráðstefnu hérna í janúar þar sem við vorum að fjalla þessi mál í víðu samhengi málfrelsið, og þar var meðal annars farið yfir þetta mál. Og mér fannst áhugi fjölmiðla, sko, það var þó nokkur áhugi fjölmiðla á þessu ráðstefnu, en hann náði ekki til Assange málsins, fannst mér. Nú fréttir, eins og við vorum bara að birta hérna, hvað var það ekki gerðið fyrir þetta sem að kemur þessi úrskurður þarna út í Bretlandi, og við birtum strax það fréttu umfjöllun. Ég hef ekki séð neitt þetta í íslensku fjölmiðlum. Ég hef ekki séð sko hvers vegna er ekki hérna stjórnmálamenn kallaðir í viðtöl og spurðir og þráspurðir út í stuðning ríkisstjórnar Íslands við málstað Assange og látnir standa fyrir, sko, sitja fyrir svöru varðandi það, standa fyrir máli sínu. Ég hef ekki séð þetta og það að stöku sinnum komið einhverja fréttir af Assange í fjölmiðlum, það er náttúrulega ekki að segja neitt. Ég meina, þrýstingurinn verður að vera með allt öðrum hætti og sko þetta það þannig að fjölmiðlar, ef að fjölmiðlar beita sér þá geta þeir haft áhrif, en ef þeir beita sér ekki þá hefur ekki mikil áhrif, sko. Heldur sem munur þarna aðalsteinn að þannig eru tveir sem að vilja að fjölmiðlarnir beiti sér. Þetta er svo mikil mál að fjölmiðlarnir eigi að raunverulega að fjallumynda alveg þannig til að sigur sko, mér finnst þetta bara ótrúlegt. En þú eiginlega segir að það er búið að leggja fram með þetta staðrið málsins og við getum ekki meir. Sko, fjölmiðlar hafa takmörku völd, þeir hafa óformlegu völd og mér finnst ótrúlegt að umræðan stöðu að Assange skuli snúast það að einhverjir fjölmiðlar séu ekki nógu góðir eða ekki. Það ekki stóra vandamálið hvað það skortur á umfjöllunum málþing eða einhverja fundi sem eru haldin. Vandamálið að það blaðamaður í fangelsi, öryggisfangelsi í Bretlandi sem á yfir höfðu sér sko hátt í 200 ára fangelsisdóm fyrir það að stunda blaðamennsku og útgáfu. Nákvæmlega. Það vandamálið sem við þurfum að tala það að það sé ekki verið að bregðast við í landi sem átti að verða fyrirmyndaríki frjálsar fjölmiðlunar. Það var þingsályktun sem var samþykkt fyrir mörgum árum á Alþingi, síðan hefur ekkert frestað því. Við erum með íslenska blaðamenn sem eru til rannsóknar fyrir að vinna vinnuna sína. Við erum með stjórnvöld sem að hjálpa alríkislögreglu Bandaríkjanna við að rannsaka þennan blaðamann sem hefur meðal annars gefið út efni varðar Ísland. Það stóra máli. Ég skil ekki að umræðunum með Assange skuli snúast það hvort þessi fjallaðum. Sko, ef við tökum Samherjamáli. Ætti ekki málið að snúast það í öllum íslenskum fjölmiðlum hvernig Íslendingar fóru að ráði sinni söður í Namibíu.
ættu ekki allir fjölmiðlar að vera að rýna hér í kvótakerfið og hvernig samherji gín hér yfir öllu í samfélaginu. Ættu ekki allir fjölmiðlar að vera að gera það. Og sama skapi ef maður horfið til Assange málsins, þá ættu allir fjölmiðlar að gera það sem Þorsteinn að segja. Spyrja ráðamenn úti, hvað finnst þér? Finnst þér í lagi að það sé verið að slökkva á mönnum með þessum hætti? Og það náttúrulega gert í því máli alveg eins og gert í samherjamálinu. Það þetta smætta málið niður í einhver svona fjarskild mál til að koma sem sagt fókusinum frá af því sem raunverulega skiptir máli. Pompeo sem var yfirmaður CIA og síðan utanríkisráðherra Bandaríkjanna, hann sagði það er forgangsverkefni hjá okkur að fella Wikileaks. Þetta er sjálfstæð njósnastofnun, það er ekkert með fréttir að gera og það er forgangsverkefni hjá okkur að fella þessa stofnun. Og þegar að ég hef verið að fylgjast með fréttum í Evrópu þetta mál, Bretlandi, BBC, fjölmiðlarnir þar, þetta er ótrúlega lítil umræða sem framfyrir málið, en þeir eru allir strax komnir á hliðarmál, tilraunir til að smætta málið. Þeir eru allir komnir inn á þá línuna. Mér finnst þetta að vera það stórt mál að það eigi allir fjölmiðlar og allt fjölmiðla fólk að taka höndum saman í þessu máli og stilla þá ráðamönnum við veg, því að auðvitað er það alveg rétt hjá þér. Auðvitað er það rétt hjá þér að endanlega liggur valdið þar. Valdið liggur hjá stjórnmálamönnum, hjá ríkisstjórn Bretlands, menn að tala þetta sem dómsmál í Bretlandi. Þetta er ekki dómsmál. Ef þetta er dómsmál, þá er þetta fyrst og fremst dómsmál bara sem að það verið að rétta yfir bresku réttarkerfi. Þetta er pólitískt mál fyrst og fremst. Bara pólitískt mál. Það er aldrei verið fjallað það efnislega í Bretlandi, það er alltaf verið að fjallað það hvort það er framseljan eða ekki, sko. Það verið að, já, og síðan einhverja myndaglæpi sem hann á að hafa dríkt annar stað. Þetta er kannski það sem að sko þegar ég tala að fjölmiðla þurfi að vinna í þessu máli, að þá ég er ekki að segja að fjölmiðla standi sig hræðilega eða eitthvað slíkt, alls ekki. En ég held að sko þetta mál snýst um tjáningafrelsi og þetta snýst með sérstaklega tjáningafrelsi blaðamanna og atvinnufrelsi blaðamanna í rauninni. Og sko fjölmiðlar hafa, við getum sagt fjölmiðlar, þeir hafa skildu að það er að ná einhverja fréttir og einhverjum fréttaveitum og þýða þær og eitthvað svoleiðis og eitthvað þannlega, en sko fyrst og fremst hljóta fjölmiðlar það er verið að vega að blaðamannastjettinni sem slíkri og þá hljóta, mér finnst bara, þetta er bara spurning metnað, þetta er bara spurning það að menn sýni þann metnað fyrir hönd tjáningafrelsisins, fyrir hönd blaðamannastjettarinnar að kalla ráðamenn til og láta þá svara fyrir. Já, það gera blaðamenn í gegnum sín fagfélög, sín stjættafélög og eftir þeim leiðum. En blaðamenn nota ekki fjölmiðlana sína til að koma eigin skoðun á framfæri. Þeir eiga ekki að gera það. En blaðamenn eins og ég fór yfir áðan og Kristinn benti áðan hafa svo sannarlega nýtt þann vettvang sem að þeir hafa. Hvort sem það er blaðamannafélag Íslands, Ástralíu, Evrópusamtök blaðamanna, Alþjóðasamtök blaðamanna, þar eru blaðamenn að beita sér nákvæmlega út af þessum atriðum sem þú ert að nefna. Þetta er mikilvægt fyrir bara starf blaðamannsins og ég bara held að flestir blaðamenn hafi fundið sig í þeirri stöðu að vera að fjalla eitthvað með gögnum sem að einhver vill ekki að birtist. Nákvæmlega. Það er bara grunnurinn í því sem við gerum á hverjum einasta degi. Kannski er réttar að orða þetta þannig að það er séu fjölmiðlarnir sem ég er að tala um. Sem er allir í eigu blaðamanna. Og sem eru náttúrulega ekki í eigu blaðamanna. Og blaðamenn væru að ganga of langt ef þeir væru að beita fjölmiðlunum sem þeir starfa hjá
til þess að búa til einhvern þrýsting vegna eigin starfs. En þetta ekki það, þetta er stærsta mál í samtíma. Það var ekkert að því að þetta væri á forsíðu blaða alla daga ársins. Nei, en af því að það var það sem var nefnt hérna áðan, að þetta snýrist störf blaðamanna og hvað blaðamanna var að gera. Nei, ekki störf blaðamanna, þetta snýst kjarna í rauninni, kjarna fjölmiðlunar, kjarna blaðamennskunar og kjarni fjölmiðlunar og forsenda þess að hún geti yfir höfuð verið til staðar, að það tjáningarfrelsið og þetta mál einfallega bara, þetta lykilatriði þegar það kemur að því. Þannig að það þetta sem ég að tala um. En við megum ekki gera lítið úr blaðamönnum. Alls ekki. Mér finnst þú svolítið verið að gera það þegar þú segir að þeir séu, þeir eigi ekki fjölmiðlana og það séu aðrir sem stýra og þeir eigi þá að fara bara í sitt fagfélag og álykta þar. Ég sætti mig ekki við þetta. Ég hef verið starfandi blaðamaður, var það í 10 ár á sjónvarpinu og það enginn sem stýrði mér. En ég að sjálfsögðu valdi það sem að ég taldi vera fréttnæmt og einhvers virði og ætti erindi við almenning. Auðvitað gerði ég það. Ekki til að þjóna einhverjum þröngum hagsmunum mínum, en ef að það snerist það að verja tjáningafrelsið í heiminum, þá sá ég það, hefði ég séð það sem skyldu mína að stíga það fram og ég að vísa til ég nefnilega fylgst svolítið með þessari umræðu í Evrópu og í Bandaríkjunum og ég hef svolítið áhyggjur af því, ég hef haft áhyggjur af því hve linguleg viðbröð fjölmiðlana hafa verið og hve lítil og svona rýr þessu umfjöllun hefur verið þegar að mér hefur þótt mikið tilefni til. En ég bara fullir í það að blaðamenn eru svo sannarlega að fylgjast með þessu máli, þeir eru svo sannarlega að skrifa fréttur um þetta mál, umfjallanir, pistla og gera það í sínum fjölmiðlum, en það ekki hægt að segja bara blankó, blaðamenn ekki að standa sér nú vel af því að það ekki verið að setja þetta á forsíður blaðana og hverju minnsta degi. Fjölmiðlar sem ekki að standa sér nú vel. Herru, má ég aðeins skjóta inn einu að því að sem að Þorsteinn sagði að ef að Assange verður framseldur og dæmdur að þá muni það hafa áhrif. Mér langar að spyrja, haldið þið ekki að það hafi haft gríðarlega áhrif svo meðferð sem hann fengið núna? Er ekki bara meirinn hálfur skaðinn skeður og menn eru bara farinir að passa sig aðeins í rækilega og það kann að vera ástæðan fyrir því hversu lítið fjallaðum í fjölmiðlum? Þetta alveg klárlega að fara að hafa áhrif og ekki bara á blaðamenn þar sem að sjálfsritskoðun ómeðvituð eða meðvituð bara veruleiki sem við búum við. Heldur hefur þetta líka áhrif á vilja og leikni yfirvalda saman hvar það til þess að feta þessa sömu slóð og án þess að fara að draga samherjamálin endalaust fram með rannsókn lögreglunar á okkur blaðamennunum sem að því komu að þá leiði ég mér að efast það að í andrúmslofti þar sem að hefði verið tekið hart á glórulausum málatilbúnaði og Bandaríkjanna gagnvart Julian Assange að þá ekkert vissum að íslensk lögregluyfirvöld hefðu farið í þann leik. Þetta að sjálfsögðu ekki sambærileg mál en þetta þessi leitni, þessi viðleitni yfirvalda til þess að flexa valdið aðeins, láta aðeins á þetta reyna, ganga aðeins lengra heldur en þeir hafa áður gert eða áður þorað að gera og við erum að sjá þetta allan heim. Við erum að sjá þetta á Íslandi, við erum að sjá þetta í hinum Evrópuríkjunum, við erum að sjá þetta í öðrum heimsálfum. Þannig að já, ég held að klárlega sé þetta strax farið að hafa áhrif og af því hef ég áhrif. Allir sammála. Já, því nú erum við líka farin að ræða alvarleika málsins. Förnum tjáningafrelsis og blaðum. Jú, en það nú alveg óhætt að fjalla umfjöllum fjölmiðla líka í því samhengi. Já, mér finnst það bara svo langt frá því að vera aðalatriði í þessu. Það eitt af atriðunum, það eitt af púsluspilunum sem skipta máli í þessu og ef að stjórnvöld eru, segjum bara íslensk stjórnvöld, það að þrýsta á íslensk stjórnvöld að bregðast við að koma yfirlýsingu, eitthvað slíkt. Það gerist ekkert nema fyrir tilstilli fjölmiðla í raunni. Það er engar undirskriftasafnanir eða neitt slíkt. Það ekki... Eða þingsins. Eða þingsins og þingið ekki að skipta sér að þessu. Það ekki sjá. Það ekki svo neitt frá ríkisstjórn eða þingi. Ef að forsætisráðherra væri kallaður í viðtal á RÚV á hverju einsta kvöldi til þess að spyrja stöðu þessa máls. Ég var bara sem dæmi, ég ekki segja að ég gerða.
þá myndi málið horfa allt öðru í sig við vegna þess að þannig sko þrýstingurinn skapaður og ég líka velta aðeins fyrir mér sko, það eitt sem ég velti kannski aðeins fyrir mér sem er kannski meira svona stjórnmálalega eðlis sko, ef við tölum fjölmiðlana annars vegar það eru eigendur þeirra og svo eru blaðamennir og blaðamennir hafi engin völdin á fjölmiðlunum sko, auðvitað hafa þeir það alveg þeir geta náttúrulega þeir hafa náttúrulega, þar liggur í rauninni sko ritstjórnarvaldið, kannski ekki endilega beint, þú kannski með ritstjóra og þeir hafa einhver ákveðin sjónarmið en blaðamennir sem slíkir hafa líka áhrif, algjörlega inn í slíku fjölmiðlar eru mjög mismunandi, sumir eru náttúrulega bara eins og leikrit sem stýrt af eigendunum í tilfellum hagsmunabaráttu eða bara einhverju valdaleik. Og svo ertu með aðra fjölmiðla sem eru bara klassískir, þar sem eru sko ritstjórnin að einhver leyti lýðræðislegu vettvangur. En það litrófið náttúrulega ótrúlega sterkt og ég leyfi mér að gera skýra greinamun á fjölmiðlum og blaðamönnum sérstaklega því við vorum að tala bara okkar heimsluta. Það eru ákaflega veikir og vondir fjölmiðlar sem eru ráðandi í umræðin í okkar heimsluta. Það bara það. Já, alveg klárlega. Og það alls ekki þannig að sko fjölmiðlarnir séu sterkir því að það ekki bara út af þessu máli heldur mörgum öðrum málum sem að fjölmiðlarnir hafa verið að veikjast. Það koma upp mál eins og samherjamálið svona sem að hefur vakið manni von að menn sé að reisa sig en þetta eru undantekninga frekar svona en þá sérðu líka viðbrögð eins og hefur verið í seinni tíð. Þú sérðu viðbrögð valdsins líka í því máli. Já, akkurat og þetta alveg rétt sem þú bendir á að þetta hefur áhrif og þessu ætlað að hafa áhrif. Þetta ofbeldi til sýnis, við skulum ekki gleyma því. Ég nýkominn frá Tyrklandi þar sem ég var að kynna mér stöðu mannréttindamála í Tyrklandi og sérstaklega innan fangelsismúra og pólitíska fanga. Og þar sá fangi sem þekktastur Abdullah Öcalan sem leiðtogi eða svona viðurkenndur leiðtogi Kúrda í Tyrklandi. Honum haldið í einangrun búið að halda honum þar í næstum því aldarfjórðung síðan 1999 og alger einangrun og núna í rúmlega 2,5 ár þá hefur ekkert heyrst frá honum, ekkert, 0. Ekkert frá fjölskylda, ekkert lögfræðingar, ekkert. Og hvers vegna verið það þessu? Það vegna þess að þetta ofbeldi til sýnis. Þetta verið að segja fólki og andósfólki og þeim sem vilja svona reisa sig, þetta geti hent þig líka. Já, og það nákvæmlega það sem að bandarísk stjórnvöld að gera með þessu, að þú eigir ekki að fjalla það sem að þeim þykir óþægilegt. Já. Umræðan þetta og hvernig stjórnvöld væri að beita sér ef að við myndum skipta bandarískri lögreglu út fyrir lögreglu í einhverju öðru ríki væri allt annars eðlis. Ef að Kínverjar væri að fara fram á framsal blaðamanns frá Bretlandi eða frá Íslandi eða eitthvað, þá væri verið að beita sér. Þá kæmi það ekki til greina. Stjórnvöld. Já. Þeir sem raunverulega geta gert eitthvað. Þá kemur spurningin. Við búum í lýðræðisríki og hér eru stjórnvöld. Hvað og þeir að lýsa þróun sem þetta mál hefur gríðarlega áhrif á umræðu, fjölmiðla, lýðræðið í samfélaginu. Hvers svona stjórnvöld eru það sem að beita sig í gegn þessari þróun sem í Íslandi? Það ekki með því að stjórnvöld taki ekki upp baráttu fyrir því að Assange verði sleppt? Að þau eru raunverulega að styðja þetta sem þau eru að lýsa, að hér verði umræða óþægileg mál og sérstaklega mál sem eru óþægileg Bandaríkjunum verði þöggu niður. Það erfitt að túlka það öðruvísi en að það sé hvort það meðvirkni, hræðsla við að styggja eða eitthvað slíkt sem að þarna til staðar. Það kannski eitt að því að við erum að tala almenningsálit líka í þessu að það viðhorf, maður líka heyrt það viðhorf, eins og til dæmis í Bretlandi, að við styðjum málfrelsi
en hann var nú að birta sko stólin skjöl sko. Og þetta viðhorf heyrði ég frá sko formanni Free Speech Union á Bretlandi í fyrrasumar og ég veit ekki hvort að Free Speech Union hefur skipt skoðun í þessu máli varðandi Assange núna, en þetta sagði hann við mig hér í Reykjavík í fyrrasumar, Toby Young, þegar ég var spurðin út í þetta mál og af hverju þeir hefði ekki tekið upp sko. Og þetta viðhorf sem held ég meðal sko margra sem kannski tengjast valdablokkum í Bretlandi bara nokkuð algengt, að það sé allt í lagi að fórna Assange af því að hann byrta einhver stólin skjöl sko. Og þá náttúrulega komið að grundvallar spurningunni sko. Hvað stendur í þessum skjölum og hvað snýst málið raunverulega. Já, nákvæmlega og það myndi mig á það óþægilega og illirmislega þegar ég hitti þennan mann í Oslo núna fyrir nokkrum dögum sem vekað áðan fangi númer 441 í Guantanamo. Hann var frá Jemen og hann var búinn að vera í Guantanamo í 14 ár og hlekkjaður þær og listi þessari meðferð. Þeir voru afklæddir og hundar látnir ráðast á það og niðurlæðir á allan hátt 14 ár og hvað þá sleppt til Serbíu. Bandaríkjamenn vilja ekki að fara heim til sín, hann var í Serbíu og afsökun, einhverjar sakir, engar sakir. Þetta maður sem var seldur eins og flestir þessara manna sem þarna eru. Það var auglýst eftir því að fá framselda eða vísbendingar Al-Qaida í Afganistan á þessum tíma eða í Miðaustrinu og það voru margir sem sá sér leikaborði og seldu menn lögu til þá og það hendi þennan mann var þarna og hann sagði þetta var slæmt í Guantanamo og þetta sko hryllilegt en þetta bara eitt fangelsi af mörgum sem voru í Pólandi, sem voru í Úsbekistan, sem voru í einhverju Eystrasaltsríkjanna og hverjir upplýstum þetta? Það var Wikileaks. Upplýstum þetta. Við getum tekið bara hvert málið á fætur öðru. Við erum að tala Samherja, við erum að tala legar stofnunarinnar í Haag 2019 meintar eiturefna árásir í Sýrlandi sem eru til þess að NATO-ríkin bombarderuðu Sýrland með stuðningi í Íslands. Ég meina þetta allt þarna og það alveg rétt sem þú segir ef þetta væru önnur stjórnvöld ef við bara skiptum þeim út að það væri einhverju sem að veri í hinnu liðinu og getur fundið margt lítið geðslegt í öðrum liðum og öðrum ríkjum vissulega en þá væri öldin önnur sko þá myndu menn hugsanlega bregðast allt öðruvísi við en þetta eru þeir sem við kallum bandamenn okkar og Bretar eiga að heita það líka og við trúum því að Bretar væru svona stæðu framalega í fréttamennsku og í varðstöðum frjálsa orð en það nú bara svona. Það er nú ekkit langt síðan að það verið að handtaka fólk fyrir að mótmæla konungdæminu í Bretlandi þegar verið að grína Karl konung og það hafa verið komið upp á yfirborðið náttúrulega í Bretlandi svakalegir hlutir varðandi bara persónunjósnir og áróður og þar fyrir til göttunum síðustu 2-3 árum og svo þetta mál sko og maður horfir nú einfallega bara á þetta og hugsa sko hvað varð akkurat þetta land sem að var, ef maður leita á svona sem einhvern veginn útvörð sko frjálsar hugsunar og frjálsar umræðu og almenningsáliti verðist einhvern veginn bara sætta sig við þetta sko og það kannski áhyggjuefni líka sko. Það ekki að því að Kristinn hefur nú ferðast út allan heim og hugsaðu líklega meira og kynnsiði þetta mál betur en við allir. Hann segir að það sé ekki vafamál að almenningur standi með Assange. Já, spurningin hversu... Það ekki vandamálið að almenningur sé. Það bara að almenningsálitið næri ekki fram. Það næri ekki fram. Það næri það fram til stjórnvalda í Suður-Ameríku, í Ástralíu sem náttúrulega sérstökum ástöðum að því að Assange þaðan. Og hann segir að þetta sé geopolítískt mál
vegna þess að stuðningurinn við ríkisstjórn Bandaríkjanna sé bara að finna á Vesturlöndum eða hérna í Vestur-Evrópu og Kanada. Og þá það þannig að við erum viljum trúa því að þetta sé kannski það svæði sem hefur þróað lengst lýðræði og frjálsa fjölmiðlun og slíkt opið lýðræðislegt samfélag. En miðað við frásögn Kristins þá það þannig að stjórnvöld í þessum heimshluta kjósa frekar að styðja Bandaríkin í því að verja þá glæpi sem að Wikileaks hefur afhjúpað, frekar heldur en að verja tjáningarfrelsið, og ættum við ekki bara sem íbúar á þessum heimsluta að fara bara átt og gróð í að það staðan, að stjórnvöld styðja ekki tjáningarfrelsi, þau styðja nakið vald bandaríska hersins og utanríkisþjónustunnar. Þetta það sem að veriðst í niður vera ansi vítakt og við sjáum þetta bara allt. Nú Evrópusambandið að undirbúa að koma á ritskoðun samfélagsmiðla þar sem að sem réttlætt með baráttu gegn ranguupplýsingum og einhverju slíku og hver ákveður hvað eru ranguupplýsingar. Þegar stjórnveldur eru farin að ákveða hvað eru ranguupplýsingar, þá rauninni tjáningarfrelsið búið, og þegar tjáningarfrelsið búið þá lýðræði rauninni horfið líka, vegna þú getur ekki verið með lýðræði ef þú hefur ekki fullt tjáningarfrelsi. En Ögmundur, þetta geopólitískt mál? Já, þetta það. Það það bara, maður sér það á því hvernig hver afstaða mann í Suður Ameríku, Rómönsku Ameríku og síðan innan NATO. En aðeins eitt Bandaríkin og þróun mála. Í Bandaríkjunum finnur margt það besta og það versta. Það svona öfgar sem þú finnur á báða vegu. Og ef við horfum tilbaka til 7. áratugurins, 8. áratugurins, þegar við minnumst fréttamennskuna frá Vietnam til dæmis, Meilei, myndina frá Meilei, litla stúlkan sem að margir meina hafi stöðvað Vietnamstríði, og hinn gagnrýna Ameríka, hinn gagnrýnu Bandaríkin voru mjög sterk á þessum tíma. Á síðustu öld, en ekki þessum. Á síðustu öld. Síðan færðu 9/11 sem þið kalla, 2001. Og Seneca hafði nefnilega rétt fyrir sér fyrir rúmum 2000 árum þegar hann sagði í stríði þá gleymast, þá látum við lögin fyrir róða, þá bara gilda aðra reglur í stríði, og það var þetta sem þá var fundið upp, War on Terrorism, og það var sett upp Homeland Security í Bandaríkjunum og hjólinn fór að snúast í allt aðra átt en áður var, og þeir sem að höfðu gagnrýnt, og þar með fjölmiðlarnir og hinn gagnrýna Ameríka í háskólanum og víðar, hún átti bara undir högg að sækja, og ég svona var að trúa því, og ég nú bjartsýnismaður, að menn væru aðeins að vakna til lífsins þessa dagana. Ég veit það ekki, ég bara vona það að það gerist. Býtum má eitthvað, af hverju eru menn að vakna þessa dagana? Ja, þú ert að sjá alltaf sífellt fleiri sem að eru farnir að gagnrýna til dæmis vígvæðinguna í heiminum, sem í tengslum við Úkraínustríði, sem er að teygja sig öll heimsins höf. NATO opnað skrifstofu í Japan núna, og ég meina þetta bara vígvæðing hvar sem þú lítur, og vopnaðinaðurinn fitnar og blómstrar sem aldrei fyrr, og gegn þessu erum við farin að heyra gagnrýni, og ekkert margir menn en öflugar raddir, sterkar raddir, og ef að þær fá að hljóma, þá held ég að þær munu fá hljómgrunn í bandarísku samfélagi. Var ekki sagði ekki Kristinn að hefur verið 40 rúmlega prósent sem að stuttu Wikileaks í Bandaríkjunum. 40. Ég held að þannig að þessi grunnur þarna, hann allstaðar. Ég meina, almennt vill almenningur upplýsingar. Það bara þannig. Og þess vegna eru þeir svo hættulegir
sem að þora að stíga fram eins og gert hefur verið í Samherjamálinu hér á landi, eins og Julian Assange hefur gert og Wikileaks. Kristinn Hrafnsson sjálfur, hann ritstjóri Wikileaks, þau mál sem að ég að vísa til, TISA, Sýrland, Sierra Leone, öll þessi mál, get tekið fjöldan allan annan, þetta allt undir ritstjórn hans. Þannig að þetta ekkit, Wikileaks ekkit dautt úr öllum æðum, alls ekki, langt í frá. Og þetta það sem við eigum að reyna að styðja og styrkja. Og þess vegna eigum við að sameinast að láta þetta ekki ganga upp, þessa pólitísku aðför að tjáningafrelsinu. Og ég enda hjá þér Aðalsteinn, því að þú ert svo yngstur blaðamanna hér við borðið. Jú. Hvernig horfir þú á svona stöðu blaðamennskunnar og fjölmiðla í okkar heimsluta? Upplifir að þetta sé hrörnandi, að það sé á brattan að sækja, að það sé verið að þrengja að? Þú horfir fram á eigin, heldur þú segir bara næstu 10 ár verður það glæsileg? Ég held að næstu 10 ár verði glæsileg þegar kemur að þeim fréttamönnum og blaðamönnum sem eru starfandi og sem ætla að gera þetta og vinna þetta. Þessu fáu sem eftir eru. Já, ég held að þeim eigi eftir að fjölga. En það líka á brattan að sækja af því að nú erum við með stjórnvöld, ekki bara í Bandaríkjunum sem eru að hundelta Assange heldur út allan heim. Og í þessum vestræna heimi sem við vorum búin að tella okkur trúum að væru myndu alltaf standa með málfrelsinu og fjölmiðlafrelsi og öllu því að við erum með valdhafa sem að þola ekki þessa fjölmiðlun þessa blaðamennsku á sama tíma og erum með blaðamenn sem að eru með skýrari fókus á tilgang sinn og vinnu aðferðir og almenning sem að sýnir því alltaf þakklæti þegar upplýsingar koma fram og þegar að umfjallanir birtast sem að skiptir fólk máli að þá því mætt með miklu þakklæti. Þannig að ég held að framtíðin sé klálega björt en það verður erfitt fyrir þá sem ætla að standa í því að lýsa ljósinu sko. Þeir eru svolítið sammála í raunverulega að þetta eiginlega saga því að því meira sem að stjórnvöld reyna að þrýsta þessu niður að því harðar springur þetta tilbaka. Já og það heldur líka eitthvað sem við getum hort á í sko Rómönsku Ameríku og því sem að Kristín að segja, þar skilningurinn. Ég held að mörgu leyti sé sko fólk þar miklu meðvitaðara hvað fjölmiðlar, frjálsir fjölmiðlar og blaðamenn sem að vinna bara hefðbundna blaðamennsku sem stundu kölluð rannsóknarblaðamennska sem bara orðskrýpi af því að blaðamennska bara annarkot góða slæm skilur bara gildið í því betur í þessum vestrænu ríkjum hvort þeim eru Bandaríkin sem að hefur lengi verið leiðandi ríki í blaðamennsku og Bretland sem hefur verið það líka. Við erum bara búin að gleyma því hvað okkur þykir vænt þessa starfstétt og það sem hún gerir fyrir samfélagið og ég held að það skýraði einhverju leyti þennan afstöðumun sem að Kristín talaði þetta. Og við þurfum bara að minna fólk í Bandaríkjunum og Bretlandi og Norðurlandaþjóðunum og Íslandi á þetta. Fyrst og fremst með því að standa okkur hér heima í okkar blaðamennsku. Já, algjörlega. Herðu, Þorsteinn Ögmundur og Aðalsteinn, kæra þakkir fyrir að koma og ræða þetta mikilvæga mál. Við ætlum að vinda okkar kvæði í kross og tala allt annað mál en samt ekki alveg. Við ætlum að rifja upp Klausturmálið sem að Sigmundur Davíð var að rifja upp í gær. Við ætlum að fá Báru Halldórsdóttur til þess að rifja upp fyrir mig Klausturmálið hér eftir augnablik.
Já, Sigmundur Davíð, hann var í viðtali við Moggan við Eggert Skúlason sem að ég held að hann sé nú fyrrandi starfsmaður Sigmundur Davíðs að Eggert Skúlason hafi unnið í forsætisráðuneytinu í hans tíð eða hvort það var Halldór Ásgrímsson, ég man það ekki. Herðu, en þeir fara að tala klausturmálið sem að Eggert leggur þannig upp að hafi verið svona ofsóknir skakvart Sigmundur Davíð og Sigmundur Davíð segir þá hann viti það hver er á bakvið, hafi verið á bakvið klausturmálið skipulagt að mál. Og þetta kom náttúrulega öllum frekar óvart vegna þess að eins og viðskildum klausturmálið þá voru þar fullir kallar og ein kona á klaustri og drukku og töluðu frá sér allt vitt og það var erfitt að sjá fyrir sér hvernig eitthvað gat skipulagt þetta. Við erum búin að fá hingað Báru Halldórsdóttur sem var á klausturbar þetta umrædda kvöld. Hvað hver skipulaði klausturmálið? Samfélagsaðstæður. Ég náttúrulega ákvað að fara á klaustur bara eftir ég var hjá samtökunum 78 minningadögum transfólks. Það er skipulagið innihélt það að ég nefndi ekki á iðnúða því að sem ég hafa því og hitta þetta indæla fólk á svona indælli stundu. Þannig að þetta var ekki skipulagt það var tilvíðin að Nei. En hvernig þetta þessi hugmynd hans að hafi ykkur eins og hafi skipulagt þetta upptökurnar og að það að þeir væru þarna? Já, ég veit ekki, ég spáði í spil og vinkonum minn sagði að þetta væri þá staðfesting af alveg meitjur hæfileikum mínum og ég hef bara séð þetta fyrir og mætt á réttan stað. Þannig að það eru tveir möguleikar í þeirri stöð, annarkvort eru þeir alltaf reglulega þarna inni að tala svona, þannig að einhver átt að segja á því og fór að taka þetta upp, eða þá ég er bara svona óhugnulega göldrótt. Ég veit ekki afsakaði. Já, en hann talaði um þetta og talaði svolítið að þetta mál hefði verið svona ein af mörgum aðförum gegn sér. Það var vintrismálið var aðför gegn Sigmundi, klausturmálið var aðför gegn Sigmundi. Það er mjög erfitt að vera hvítu forréttindamaður í íslensku samfélagi þessa dagana Náttúrulega bara hefur það gott í lífinu og svo alltaf eitthvað fólk að kvarta yfir því þegar hann er ekki bara eitthvað blóta yfir einhverju krökkum og er með hvað var með reikninga í öðrum löndum og eitthvað. Ótrúlega mikil dónaskapur í fólki vera að potast í þessu. Þú meinar hann upplifði sem ofsóknir ef hann fær ekki bara allt það sem hann vill og allt sé eins og eftir hans höfði? Það virðist vera. Það hlýtur, ég veit ekki. Ég hef svo sem ekki pælti mikið í honum sem einstaklingi en það er svona allt sem gerist verðist svona vera svona já en ég vil líka fá köku. Ég veit ekki, minnst þetta svo hálfgjör sandkassa umræða og ég venjulega reyna að gera ekkert í því að svara eða tala um þetta einfallega út af því að ég nenni ekki að fá morðhóttanir og ég nenni ekki að fá leiðindapakki sem fylgir honum heim til mín. En kona mín hún benti mér á þessa fyrirsögn í morgunin þannig að þetta gerðist og ég bara í alvörunni svo ég tvítaði og á minni þekktu athyglisríki þá tvítaði ég hverju ég teldi að veri á bakvið málið sem basically einfallega bara það að það var eitthvað þarna til að taka upp sem passaði ekki við og það var ekki ég sem kom með málefnið og það var ekki ég sem að mætti á staðinn eða semst upprunalega á staðinn með þetta í huga. Nei. Þú ert frekar lítill gerandi, þú ítir bara á play og stoppar svo. Já, ég bara orðræði það sem ég þekkti og svo var það bara að sitja og vekja ekki miklu athygli á sér og passa það að vera ekki að fyrst í síman þetta var ógeðslega leiðilegt, fólk spyrir mig og ég meina hefur hlustað á þetta aftur ég bara nei, ég myndi aldrei nenni að hlusta á þetta aftur þetta er leiðinlegasta samtal sem umræðir en þetta er aftur móti eitthvað sem að allir voru alltaf að tala um að það væri verið að segja einhvers staðar þannig að fá bara svona svart og hvítu dæmið giftir öllu máli Já. Þú sagðist ekki nenni að fá yfir því morðhótanir og annað slíkt fyrstu svoleiðis? Já, ég fekk síðustu núna þegar hann ég er svo góð með var gerður lögreglustjóri í Vestmannaeyjum nýlega. Ég tók í þessum þátt í umræðun en fekk samt sem aður eitthvað að ef ég myndi mæta til Vestmannaeyja þá yrði það mín síðasta ferð, sérstaklega ef ég myndi mæta á þjóðhátíð sem ég hef aldrei mætt á þannig að
þetta var svo mikið vandamál en það er samt svona fyrir gáðþægilegt. En þú hefur fengið yfir þig svona skít og skam fyrir þetta? Prósentulega samt sko, ég veit ekki, ég held að meiri hluti Íslendinga sé bara ánægði með að þetta hafa komið frá yfirborði eitthvað til þess að vinna úr sko. Já, þú veist mikið hól. Já, þetta var rosa gaman. Ég sagði að ég hefði ekki haft efnið að kaupa jólagjafir, þannig að ég hef bara reddað einni í desember. Þannig að allir eru þúslega glaðir. En nefnast ég náttúrulega Sigmundur Davíð, ég byggðist afsökunar. En já, ég meina fólk er bara jákvætt yfir þessu, en svo er þetta náttúrulega bara mörguleiti allt of glemt mál, eins og allt í íslenskri pólitík. Já, ég ætlaði að mynda að spyrja því, hvað finnst þér þetta hafi haft áhrif? Eftir kosninguna síðustu þá hringdi vinkona mín í mig og sagði, sjáðu þau sem að komast ekki á þing, takk fyrir. Einhverju leiti þá þurfa þessir menn kannski á til að rekast á ég farði nú bara á Klaustur og svo framvegis og allt það, en svona heildstætt séð þá er Íslands samfélag alveg rosalega lélegt í því að standa við. Ég var að tala við norska sendiráðherrann daginn af tilviljun, fór með multikultikórnum. Henni fannst það bara mjög furðulegt hvað Íslendingar væri fljótir að gleyma þessu. Henni fannst líka mjög furðulegt að í okkar feminíska frábæra jafnréttis dæmi þá væri bæjarstjórinn í Vestmannaeyjum látin sitja í samneyti við mann sem að talaði svona hana og bara já, við bjóðum bara upp á þetta. Við erum bara þarna er ókíslegi kallinu, hann bara má við sitja við hlýðnaður og þú er bara að sætta það við það. Allar þessu konur úr þingi, það þurfti að vera áfram í einhverjum nefndum og fundum og svo framvegis með þessum mönnum. Finnst það bara ekki alveg til sóma fyrir okkur sko. Þannig að Alþingi og stjórnmálastéttin, stjórnvöld brugðust ekki við. En er þetta að sjá eitthvað annað, var þetta svona almenning, sér þetta eitthvað breytingu á samfélaginu? Það kom svona bylgja umræðu það hvernig er talað konur og fatlaða. Ég meina það er einhver grunnur fyrir einhverjum hlutum, ég meina þú hefur meira til að grípa í, þú getur sagt sjáð til, þér tala svona með okkur. Það líka, meina, sem öryrki, þá fannst mér mjög áhugaverð umræðan öryrkja í sveitarstjórnum. Að þetta einn af þeim var í velferðarnefnd sem að sér að spá í hvað er gott og ekki slæmt, gott og ekki gott fyrir öryrkja og hann hafði alveg með öllum þarna skoðun á því að við hefðum ekkit upp á borð að gera svona viss elitupæling og manni finnst það óþægileg pæling að vita af því að þessir menn eru þeir sem eru að stýra umræðinu og svo framvegis. Svo kvartar hann yfir í þessu viðtali var það ekki að við einhvern annar var að rafla það í transmálefnunum að þú veist það væri verið að stýra alþingismönnum þeir raun og veru þeir fá bara fullt af hlutum í hendunar og geta síðan hafnað öllum álitum sem þeir fá þannig að völdin er alltaf ennþá þar myndi maður að segja sko. Hann gerir svolítið mikið úr því Sigmundur að það sé svona hann er að tala svona gegn því sem er stundu kallað svona woke eða hann kallar þetta nýju stjórnmálin og að það séu allir stjórnmálamenn hræddir við þetta að vera svona þröngvað til þess að taka upp skoðanir þröngra hagsmunahópa held ég hann myndi kannski cirka segja þetta. Það sumuleyti er hann að tala eiginlega gegn bylgjunni sem hann fekk yfir sig eftir Klaustur. Já, er það ekki svo, en sko það er ekkert sko hann missir engin réttindi eða eitt eða neitt. Hann getur ennþá setið á þingi og sagt nei, ég hef ekki áhuga. Hann getur líka ákveða að mæta ekki í lögsetningu þegar var verið að gera lögin núna kynrænt sjálfræði og að sem sagt það að mætti ekki setja fólki í svona leiðréttingaferli. Hann og ég nefnilega, það var það eina sem ég ákvað að taka eftir og var næstu búin að skrifa grein sem heiti fjarverandi að því að hann er fjarverandi þá er hann náttúrulega þarf hann ekki bara ábyrgð á því hvort hann kaus mig á móti þótt að Bergþór kjósi á móti þegar á Klaustursbar
þá sat hann mjög áberandi svona með hópnum og sagði, herðu, þú ætti nú að spyrja strákana þetta og sat síðan og leta aðra tala. Þannig að það væri ekki alveg hægt að smyrja upp á hann dæmið. Ég held að hann hafi það bara mjög þægilegt í sínu litla svæði en hann hefur rosalega gaman að því að gera mikið úr því að hann sé rosalega kúaður og illa stattur sko. Ég veit ekki alveg hvað. Þú upplifir ekki þannig? Nei, ég hef ekki tilfengið að hann fá ekki það sem hann vill svona yfir höfuð. Ég að berjast við Reykjavíkurborgum að fá mína þjónustu. Ég að berjast við hitt og þetta alla daga og bara í fullri vinnu við það að vera öryrki í minni stöðu. Ég held ekki að hann þurfa að hafa svona mikið fyrir daglegu lífi, sko. En hann upplifir að þú setur að taka eitthvað af sér sem hann ætti að hafa. Já, það er náttúrulega viss tilhjálpinarsemi sem stendur í því að sitja á bar og öskra yfir hópinn hvað að gera og ef að þú heldur að þú hafir þannig rétt eða sért það entitled að þú megir það, þá náttúrulega það rosalega mikið móðgun við þig og glæpur við þig að segja þér að þú megir ekki vera, þú veist, dónalegi kallinn í hópinum, sko. Ég held að það sé bara rosalega óþægilegt þegar maður hefur ekki mörg að fá fullt af mörgum. Ég veit ekki, ég meina, bara, þú veist, ég er búin að díla við 3 ár af auknum líkamlegum veikindum en hans ég gerði þetta, sem að hefur tekið alveg þó nokkuð á. Hann er bara í Chile og fer hingað og þangað og ég veit ekki. Ég veit svo sem rosalega lítið lífið hans, en ég efast að hann sé mikið að díla við svona hluti. Já. Þannig að þú hugsar ekki mikið sem hund? Ekki nema þegar hann poppar svona svona, þetta er svona, þú veist, En er ekki svolítið til því þessu viðtali og það sem hann hefur verið að segja svona undanfarið, eins og hann hafi svona einhverja hugmyndum, hann geti svona einhvern veginn unnið þetta mál tilbaka? Hann náttúrulega vill breyta umræðinu í það að fjalla upptökur og njóstnir og hleranir og samsæri og svo framvís. En eins að það náttúrulega auðveldar honum, hann vill náttúrulega örugglega ekki þurfa að tala í smáatriðum það sem var gert, það sem var sagt á þessum tíma, hvað þá þeirra skringilegu viðbyrðu eftir á. Þannig að þetta er bara, þú veist, köllum þetta hlerunamálið í staðan fyrir klaustus eða miðflokksmáli sem mér finnst að ég kalla það því þau eru allir komin í miðflokkin á sínum tíma. Já, áherslan er þá frá hvað var tekið upp yfir á að ég skulle hafa vogað mér það og þetta sé sko einkasamtal og já, ég held að það sé bara mjög þægilegt að kassa þetta inn í eitthvað þar sem að maður fer aldrei inn í það sem að var talað eða gerist, sem er ástæða fyrir að mér fannst bara ágætt að skrifa þarna eitt lítið tvít það hver bæri ábyrgð á þessu. Já, við vorum áðan að tala Julian Assange og þar komið mitt fram að svona lína í umræðinni að það er ekki verið að tala það hvað var byrt, þessi leyniskjöl sem voru byrt eða hvort þau áttu erindi við almenning eða hversu mikilvæg þau voru, heldur að horfa á það að þau hafi verið stólin og þess vegna verður við að bregðast við þannig. Þannig að við reyna að flytja málið þannig. Við þekkjum það líka úr Samherjamálinu sem að í sumum miðlum svona detta yfir það að heita Byrlunamálið. Já. Er það út af sem hann að sjómanni fyrir skipstjórnum. Ég fylgdist ekki alveg í smáatriðum með þessu nema bara að svona einhvern veginn upplifa svona, ég upplifði vissa svona endurtekníku á sem sagt að það er þarna málefni sem kemur upp á, það er verið að spjalla það er mikilvægt og svo er farið yfir í að tala allt nema það að eitt stærsta fyrirtæki á Íslandi tók þátt í sko einhverju sem voru sko bara stórt málefni í erlendu lítir ríki mútanir og svo framvegis og ég er ekki ennþá að sjá neinar afleiðingar eða breytingar eða hugsanir eða eitt eða neitt þetta er bara eins og þetta hafi verið svona já þetta er nú alveg rosalegt mál og búið ég er kannski ekki að fylgja snúðu vel með sko. Nei.
Það er bara, takk fyrir að koma hérna og rifja aðeins upp með okkur klausturmálið í gefnu tilefni, því að Sigmundur Davíð vil byrja. Skál fyrir því. Já, takk fyrir það. Ég vona ég þurfi ekki að koma fljótlega aftur. Nei. Herðu, þetta var Rauðaborðið í kvöld. Hér á eftir þá byrjar nýr þáttur sem er eiginlega svona framhald af Rauðaborðinu. Við köllum það sannar sögur við Rauðaborðið. Þar byrjum við að rifja upp ferðir poppara til Sovétríkjanna og Kína og fjöllum svo pilluna. Hvetur ykkur til þess að fylgjast með hér á Samstöðinni eftir Rauðaborðið. En takk fyrir í kvöld, sjáumst á morgun klukkan 8.